kvöld og velkomin í Kompás. Það hart barist atkvæði Hafnfirðinga sem ganga að kjörborðinu 31. mars. Í þeim kosningum á ákveða hvort álver Alcan í Straumsvík verði stækkað. Þær upplýsingar sem Hafnfirðingar hafa til að styðjast við eru þó æði misvísandi, hvort sem að ræða tölur mengun eða fjárhagslegan ávinning. Í kvöld skoðar Kompás málin frá báðum hliðum. Óhjákvæmilegur fylgifiskur álvinnslu að til verður koltvísýringur, flúorkolefni og brennisteinsdíoxíð. Brennisteinsdíoxíð ekki hreinsað í álverinu, en forsvarsmenn þess fullir að engin hætta sé á því að börn eða fullorðnir í Hafnarfirði bíði heilsutjón, þótt tugþúsundum tonna af brennisteinsdíoxíði sé blásið út í andrúmsloftið. Það yrði upphafið að endalokunum ef við fengjum ekki að stækka verksmiðjuna vegna þess að hún ekki þá hagkvæm. Þó að við séum að skila hagnaði, þá það þannig að stór félög leitast við að framleiða vöruna þar sem það ódýrast og þeir getur lokað verksmiðju þó hún sé að skila hagnaði ef það hægt að framleiða með miklu meiri arði annar staðar. Og það það sem alþjóða fyrirtæki að gera, ekki sérstaklega áliðnaðin. Það bara gengur í öllum stórfyrirtækjum svoleiðis. Hvenær sérðu fyrir þér að álverinu verið lokað ef stækkun verður ekki saman? Ég veit ekki, ég ætla ekki að vera að slá fram einhverju svoleiðis. Ég bara sé þróunina og hvað getur gerst og mér finnst óábyrgt að fjalla ekki það og horfi ekki á það sem staðreynd. Hversu mörg árin verða vitum við ekki, við erum með orkusamning til 7 ára. Hvað gerist í Hafnarfirði ef stækkunum verður ekki samþykkt? Það gerist bara ekki neitt. Það að góða við það. Við fáum þar tækifæri í framtíðinni til þess að nota þetta svæði sem þarna fyrir sunnan Hafnarfjörð í annað. Stærstu framtíðar þungaiðnaðarsvæði höfuðborgarsvæðisins eru á Grundartanga og kannski Þorlákshöfn en ekki í suðurhluta Hafnarfjarðar þar í byggðinni. Hvað gerist ef stækkunum verður ekki samþykkt? Þá alveg ljóst að fyrirtækið á ekki framtíð fyrir sér í því samkeppnisumhverfi sem það starfar í. Því að þessi starfsemi eru í fullri samkeppni á alheimsmörkuðum og það alveg ljóst að svo tækni sem hér notuð við framleiðsluna, hún ekki lengur samkeppnishæf. Þannig að það bara tímaspursmál hvenær ef við veitum þessu fyrirtæki ekki brautar gengi að þá mun það ekki vera hér nema bara takmarkaðan tíma í viðbót, það ljóst. Álverið í Straumsvík var formlega vígt árið 1970. Það hluti af alþjóðlegu fyrirtæki sem annars stærsti álframleiðandi í heimi. Í Straumsvík 11. stærsta álver samsteypunnar. Framleiðslugetan var í upphafi 33.000 tonn á ári, en síðan þá hefur það verið stækkað 4 sinnum. Framleiðslugeta þess nú 180.000 tonn á ári. Yfirvöld hafa nú þegar veitt fyrirtækinu heimil til að framleiða alltaf 460.000 tonn á ári. Hins vegar eiga Hafnfirðingar eftir að kjósa nýtt deiliskipulag sem forsenda slíkrar stækkunar. Síðast var álverið stækkað árið 1997. Fyrirverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir mikinn mun vera á umræðunni þá og nú. Satt best að segja þá gekk þetta ákaflega rólega fyrir sig og ég held bara að mönnum hafi yfirleitt öllum fundist þetta bara hárrétt framhald af því sem komið var. Þó var stækkunin þó nokkuð mikil því að framleiðslan var eitthvað 100.000 á ári og fór upp í 175, þannig að þetta var þó nokkuð mikil stækkun. En auðvitað voru menn að velta fyrir sér mengun og öðru slíku, bara eðlilegur hlutur, mjög eðlilegt. Og svo sannarlega harkalega tekist á áhrif mengunar í nágrenni álversins. Það þó ekki heiglum hent að átta sig á þeim tölum sem fram eru bornar, þær eru misvísandi og spurning á hverjum sé marktakandi. Ég það mikið álit á Hafnfirðingum að ég mikla trú að fólk afli sér upplýsingar og setja sig inn í málið, eins og þetta heilmikil ákvörðun fyrir bæinn og fyrir okkur vitanlega. Þetta mál auðvitað nokkuð snúið og nokkuð flókið og það alveg ljóst að það liggja engar upplýsingar fyrir, hlutlausar upplýsingar, menn hafa verið að deila tölur fram og tilbaki þessu sem ætti að liggja fyrir og bærinn ætti að bera ábyrgð á því. Nú löngu byrjað að kjósa málið utan kjörstaðar en fólk hefur raun og veru ekkert til að byggja á frá bænum og frá réttkjörnum fulltrúum okkar sem eiga að veita okkur þær upplýsingar sem við þurfum. Auðvitað væri það betra að það hefðu komið fram hlutlausar upplýsingar mjög snemma í þessari umræðu.
Það hefur verið þannig að við höfum haft mjög takmarkaðan aðgang að upplýsingum. Við höfum verið að þurft að sækja þær á heimasíðu Alcan og mjög mikið til Alcan, sem náttúrulega stærsti hagsmunaaðili. Auðvitað hefði verið betra ef það hefði komið fram fyrr, ef að Kapacent og Hagfræðistofnun hefðu tekið þetta mál til dæmis í desember fyrir, á þeim tíma sem að Sól í straumi óskaði eftir því að yrðu fengnir óháðir aðilar að þessu máli. Mér finnst þetta fáránlegt að ætla að láta almenning taka ábyrgð á þessu, því það svo takmarkað upplýsingum að hann hefur til. Hann verður að treysta það sem álverið segir annars vegar og hvað bæjarstjórnin segir hins vegar, og báðir eru með aðra hagsmuni. Þannig að þeir eru ekki alveg að koma fram með allan sannleika? Já, pólitík er pólitík, en það þarf að vera meira skynsemi í þessu. Flúor hefur löngum verið talin hættulegasti mengunarvaldurinn frá álverum. Fyrstu starfsár álversins í Straumsvík var engin hreinsibúnaður í álverinu og öll mengun barst því óhindruð út í umhverfið. Í lok 8. áratugarins var byrjað að reisa þurrhreinsistöðvar, auk þess sem settar voru þekjur til að beina reyk frá kerunum til þurrhreinsistöðvana. Þannig hefur tekist að minnka verulega magn flúors og ryk sem berst út í andrúmsloftið. Í greinargerð frá álverinu segir að séð verði til þess að 99,9% flúors verði fjarlægður og endurnýttur verði af stækkun. Í umhverfismati hins vegar tekið fram að álverið telur að tæknilega verði erfitt að ná fram stefnumörkun stjórnvalda losun koltvísýris vegna flúorkolefna. Álverið muni því kanna gaumgæfilega taka þátt í landgræðslu eða skógrækt til mótvægis. Eru þið ekki að bjóða upp á bestu tækni núna eins og staðan í dag? Við erum með eins og hægt að gera í svona gömlu álveri. Þetta eru kerin svo mörg og þau eru svo lítil. Við verðum með miklu stærri ker og það er miklu auðveldara að ná betri árangri í nýjum búnaði sem hallur hannaði með það heldur en eins og búnaðurinn í dag í grunninn frá 1969. Pálmi Stefánsson, efnaverkfræðingur, hefur starfað við áliðnaðinn í rúm 30 ár. Í 15 ár var hann háttsettur yfirmaður hjá álverinu í Straumsvík og fór meðal annars með umsjón og hönnun hreinsibúnaðar. Þetta hefur nú allt verið til bóta og eftir sem hefur tekist, þegar Ísrael var byggt þá var ekkert gert. Hins vegar voru loftskiptin 60.000 rúmmetrar á klukkustund fyrir hvert ker. Nú þegar við lokuðum kerunum þá var þessu breytt niður, þannig að við sógum 6.000 rúmmetra af hverju keri á klukkustund. Nú síðan eru orðin eðlileg loftskipti, eitt loftskipti í skálunum, því að nú kerin lokuð þá berst minna út í kerskálarloftið. Þannig þetta hefur allt stórlagast. En hver sér mengunarmælingar í álverinu? Við sjáum þær sjálf og umhverfisstofnun. Er það eðlilegt að fyrirtæki sjálf sjá þessar mælingar? Það eðlilegt og það og stefna stofnunarinnar sem stjórnsýslustofnunar að vera ekki sjálf í mælingum, heldur að fyrirtæki leiti þá þeirra leiða sem að hægt og við viðurkennum þá þær leiðir. Það þýðir það að þeir verða þá að sýna fram á að þessar aðferðir og mælitæki sem við nota uppfylla þau skilyrði og það er gert. Þau að svindla á mælingum. Hvernig veistu það? Því ég bara veit það út í að við höfum verið látnir vera með tæki sem við göngum með heilan dag og ef að tækin koma út í óhári mælingu eða slíku sem hentar ekki fyrirtækinu þá annarkvort höfum við verið að svindla eða tækin bíluð. Við höfum heyrt frá starfsmönnum að það sé svindlað á mælingum, er það rétt? Nei, það er ekki rétt. Það er alls konar staðhæfingar í gangi sem ekki... Akkur heldur þessar staðhæfingar komið fram? Ég veit ekki, þú ert kannski að tala við einhverja sem hafa áhugaði að koma að höggja á fyrirtæki fyrir kosningar en menn eru að nýta sér ýmsar hluti núna en það er ekki, við erum með mjög ábyrgt fólk í þessu og menntað og sérfræðingar sem eiga starfsheiður að velja. Samkvæmt upplýsingum frá álverinu hefur hvorki koltvísýringur né flúorkolefni bein skaðleg áhrif á nánasta umhverfið. Mælingar á áhrifum flúors á gróður í nágrenni verksmiðjunar ná tæp 40 ár aftur í tímann. Þau eru núna mjög lítil og þyrftu að margfaldast til að valda skemmdum á gróðri. Brennisteinsdíoxíð eða SO2 myndast einnig við álframleiðslu. Ekki talin þörf á því að hreinsa efnið í álverinu, það því losað beint út í andrúmsloftið þar sem það hvarfast og myndar brennisteinssýru.
Og það einmitt brennisteinsdíoxíð sem margir hafa áhyggjur af. Brennisteinsdíoxíð hættulegt eitrað efni og það verður mjög fljótt af brennisteinssýru í náttúrunni, súrt regn og svona. Síðan ef við öndum við að okkur þá breytist það í brennisteinssýru og étur lunguna á okkur að innan. Og þetta sérstaklega viðkvæmt fyrir yngra fólk, gamla og þeir sem eru veikir lungum. Eins og áður sagði brennisteinsdíoxíð ekki hreinsað í álverinu. Í starfsleyfi þess leyfilegu styrkur efnisins 21 kíló á hvert tonn af áli. Ef miðað við lægstu gildi þýðir það að 2500 tonnum af brennisteinsdíoxíði sleppt út í andrúmsloftið á ári. Verð af stækkun verður magnið tæp 3500 tonn á ári. Það þýðir á mannamáli að út í andrúmsloftið fara tæp 10 tonn af brennisteinsdíoxíði óhreinsuðum dag hvern. Þá stuðst við lægstu gildi. Ef miðað við mörkin í starfsleyfi eru það 26 tonn á sólarhring. En hér stendur hnífurinn í kúnni. Tölurnar eru misvísandi, það fer alveg eftir því hver setur þar fram. Samkvæmt upplýsingum frá álverinu þó engin hætta á því að börn eða fullorðnir bíði heilsutjón vegna starfsemi álversins. En það sem mér blöskrar, það verður engin mæling á þessu brennisteinsdíoxíð útblæstri. Hvað meinarðu með því? Það verður bara reiknaður út og vísar sjálf vantarlega. Finnst þér það óeðlilegt? Ég vildi hafa óháðan aðila, þriðja aðila sem sjæðu mælingar í álverinu. Sem fylgdist með því að sig mælt bara í einum strompi af kannski 4 í dag og 6 í framtíðinni heldur óháðan aðila sem fer yfir þessi mál. Það mjög auðvelt að reikna brennisteinsdíoxíð útblæstri og það mælt á Hvaleyrarholti, býst ég við. En ekki úr strompunum frá, eða frá álverinu, það verið að mæla í umhverfinu en ekki það sem fer í reiknum út það? Já, það mælt, þetta bara mælt svona, ég bara ekki sérfræðingur á þessu, þannig ég get ekki alveg svara því af hverju og hvernig þetta nákvæmlega, af hverju það mælt svona en ekki hinsegin. Hreinsun á brennisteinsdíoxíði möguleg með svokallari vothreinsun eða votvöskun. Hún kemur í veg fyrir að efnið berist út í andrúmsloftið en í staðinn berst það með frárennslisvatni í sjó. Mér finnst allt í lagi að stækka álverið með því skilyrði að það verið komið upp vöskun, sjóvöskun á brennisteinsdíoxíðinu og það gert eftir surunnstöðvarnar. Þá finnst mér staðið vel að þessu. Í tillögu að deiliskipulagi fyrir stækkun álversins sem Hafnfirðingar kjósa segir að Alcan muni leita allra leiða til að ná fram losunarmörkum fyrir brennisteinsdíoxíð. Vothreinsun muni vera kostur í því sambandi. Á heimasíðu fyrirtækisins segir þó að ekki sé þörf fyrir slíkan búnað í stækkuðu álveri. Það þarf ekki, vegna þess að við náum svona góðum árangri með þurrhreinsun einni sér. En það kemur samt fram í öðrum plöggum að vothreinsun sé svona, kostur sem að þið viljið skoða? Við viljum skoða ef þetta nægir ekki, já. Ef það dugar ekki og það þarf að endurskoða málin, þá munum við skoða það, já. Akkur heldur að álverið, fari ekki bara beint út í þessa votvöskun? Það einfald spurning, það peningar. Kostar þetta mikið? Já, þetta kostar kannski 1 milljarð. Já, hann er dýr, já, en ekkert óskaplega dýr, en hann er dýr í rekstri líka, það alltaf, þarf að halda honum við og svona, bara eins og búnaður sem bætist við, en það held ég sé ekkert stór mál og er alveg leysanlegt. Ég sé ekki að það ætti að vera neitt stór mál, en vothreinsun þýðir líka aukna mengun og grunnsævi. Þetta sem spurning það að menga loftið að sjó, það ekki? Ja, þetta spurning það hvort að mengunin í lofti verði það mikil að það sé vandamál eða hvort að þetta sé í lagi, en með því að setja vothreinsunbúnað þá mengunin veruleg á afmörkuðu svæði og grunnsævi.